Brekkukotsannál, 9. kapítuli. Höfðingjarnir. Gestir í Brekkukoti töluðu stundum höfðingjana og heldra fólk. En ekki var nú beint innangengt úr Brekkukotsbænum í bústaði höfðingjana. Höfðingjarnir. Ég vissi lengi vel ekki hvers konar útlent félag þetta var. Það er skrítið að hafa átt heima í sjálfum höfuðstaðnum þar sem höfðingjar landsins sátu, því þeir sátu, og vita samt ekki með sannindum meir þennan flokk en englana sem flugu uppréttir með blómsveig á skilríginu okkar. Nema ef frakkaklæddur maður með flauelskraga, hálfkagga, föðurmorðingja og lonjettur kom að hjólbörunum til afa míns á björtum sumardegi og tók ofan og spurði virðulega og af náð: "Hvernig fiskaðist hjá yður í morgun, björn minn?" Meðan afi minn brá fyrir hann stútung á reisluna og maðurinn borgaði með nýslegnum silfurpenningi og fékk vír látin í kjaftinn á fiskinum, þegar aðri létu sig hafa að stinga vísifingrinum undir kverksugan á honum og tók aftur ofan og hélt fiskinum seilingu út frá sér leið og hann gekk burt, þá var það höfðingi. Hitt var þó oftar að afi minn æki börum sínum upp á kokkhúsdyrum höfðingja og seldi píunni í soðið. Aftur á móti hafði ég sjálfur ekki afskipti af höfðingjum fyrir ég var orðinn sá bógur fyrir landi að ég fór að ganga fyrir þá á nýársdag ásamt með honum kapteini Eitnum Hogensen. Ég skal nú reyndar ekki rekja allar þær nýjársgöngur sem ég átti fyrir höfðingjana með Hogensen á sokkabansárum mínum, en greina lauslega frá þeirri sem við fórum fyrsta, því hún er nokkurn veginn svipuð þeim sem síðar voru farnar sömu erinda en hefur nýnæmið umfram. Ætli ég hafi ekki verið á 7. árinu, þegar ég var tilkvaddur í fyrsta sinni að leiða kaptein Hogensen á fund þessara manna til að árna þeim góðs á nýjárinu. Ég skal taka fram að mér er för þessi á vit höfðingja ekki minnistæð vegna þess að dýrð heimsins upplíkist mér neitt sérstaklega í þeim leiðangri, heldur get ég hennar af því að ekki er örgrannt að hún hafi aukið óvæntum tóni í þá kviðu sem hér er kveðin. Þar er nú til máls að taka. Sem kapteinn Hogensen lætur góðan mann sem þar til þótti laginn skella neðan af hárin á sér og síðan raka sig á bláhökunni, svo hann yrði sem líkastur Kristjáni konungi 9. Kapteinn vaknaði fyrir miðjan morgun á nýjársdag og fór að klæða sig upp úr körinni, hægt og gætilega í því myrkri sem frelsarinn hafði sent honum, og hvorki kertaljós né olíuljós né sjálf sólar upprásin og ekkert utan ljós hugprýðinnar fær sigrast á. Þó hann væri eins steinblindur og hægt er að ætlast til með sanngirni af nokkrum manni, þá fæði hann ævinlega sjálfur hnappana á múndýringunni sinni. Ég hef aldrei séð ekta gull
ef það var ekki í þeim hnöppum. Það bil sem aðrir menn komu ofan á nýjársdags morgun, þá satt kafteinninn framan á rúmi sínu, upp á færður, í bláa sjóliðs foringja búningin sinn með gullknöppunum og var að bíða. Það gljáði á speilfagurt derið á kasketinu hans. Hann trúði naumast þegar honum var sagt að enn væri ekki farið að grána á glugga. En hann bað fylgisvein sinn vera sér nær og segja sér með sannindum hvenær vel ratljóst væri orðið sjáandi mönnum í bænum. Þegar ég var á 7. árinu og reynda lengur, þá var ég eins og frægðarmaðurinn Birtingur, vissum að sá heimur við byggðum væri bestur heima og þess vegna ekki ginnkeyptur fyrir neinu því við tók þar sem krosshliðinu okkar í Brekkukoti sleppti. Og svo sem títt frumstæða menn, þá var æðri siðmenning lítt þessleg að vaksa mér í augum. Jæja, Guð gefi ykkur öllum góðan daginn og gott og farsælt blessað árið, sagði kapteinn Haagensen við vinnukonuna hjá ráðgjafanum þegar við vorum komnir inn dyrnar. Hér kominn konunglegur sjóliðsforingi Jón Haagensen að helsa ráðgjafanum. Þjónustan vísaði okkur á punkt í fordyrinnu þar sem við máttum standa, en sagði að það væri verið að taka til í stofunum eftir veisluna í nótt og embættismenn væru væntanlegir að gera kúr stundu fyrir hádegi. En ég get svo sem reynt að segja ráðgjafanum að þú sért kominn, Haagensen minn. Þegar við höfum beðið drykklanga stund í fordyrinnu, dálítið hátíðlegir og alveg steinþegjandi, þá kemur allt í einu snöggklæddur maður með tjúguskegg fram til okkar og lögðu á honum axlaböndin eins og það rógur. Hann var að reykja vindil. Já, segir hann, komiði blessaður Haagensen minn og verðið velkomin. Held ég við verðum að segja, þó það sé lítill tími aflögu handa sjóhernum eins og fyrir daginn. En við skulum sem segja athuga málið. Á ekki að gefa vindil að púa. Kapteinn Haagensen sló saman hælum og sneri sér í áttina til konungsráðgjafa með hermannakveðju. Ég bið Danakonungi og yður, hans manni, heilla og blessunar á ári komanda leið og ég vil bera fram fyrir yður og majestetinn ósk og von bætta stjórnarhætti til handa oss Íslendingum á sjó og landi á í höndfarandi tíð og mætti leið nefna fyrir yður nafn á prúðum og gáfuðum Ingisveini stendur mér við hlið, Álfgrími Álfgrímssyni, uppeldissyni hans Bjöss í Brekkukoti, þess æruprýdda og forstönduga sómamanns. Það var nefnilega það lagsmaður, sagði konungsráðgjafi og kom og rétt okkur fingur. Hann tók mig meira að segja léttu steinbítstæki og dró mig yfir gólfið að tvívængjaðri hurð sem hann lauk upp til háls og sýndi mér inn í forkunnarfaran sal þar sem salkonur voru að störfum og síðan bendir hann mér á hvað stóreflis mynd hangir á vegg. Skáhalt við myndina af Kristjáni konungi og segir við mig, ungi maður, veistu hvað þetta er? Og viti menn, hangir ekki þarna myndin af kynjamanninum með konganefið og andlitið upplítandi. Og enn spyr ég sjálfan mig að þessu sinni í saldýrum konungsráðgjafa. Var þessi maður til eða var hann bara mynd?
Eða vorum við sem bjuggum sitt hvorum megin við kirkjugarðinn kannski af ætterni engla þegar öllu var á botninn hvolft? Ég mátti ekki mæla. Þetta er drengurinn úr Hringjarabænum, sagði ráðgjafi konungs. Hann hefur borið frægð Íslands út yfir höfin. Þú sem frá Brekkukoti, stattu þig. Ég sá ekki betur en andlitið á ráðgjafanum uppljómaðist við þessa sýningu. Aftur á móti hélt Kapteinn Haagensen áfram sínu striki með þeim einstrengingshætti sem blindum mönnum er títt. Nú, sagði Kapteinn Haagensen, sem ég hef óskað yðar hágauki og Danaveldi góðs, en þó einkum vini mínum Kristjáni konungi 9., sem er útlendur embættismaður í Danaveldi eins og ég, þá vildi ég fyrir yðar munn mega biðja majestetin að taka til anleiðingar mína spásögu eftir því sem ég hef rakið yður í fyrra og í hitti fyrra og í fyrra þar áður hér í þessu fordýri. Og ég veit að majestetin muni ekki fyrirnemast þó ég ítreki en nú engang, og hún er sú að síðan englendingum, Færeyingum og Gudmundsen var lofað að fara með dragnót og botnsköfu alveg upp að túnum manna og mér liggur við að segja upp í Kálgörðum hér í buktunum og svo í Breiðubuktinni sem í Faxabuktinni. Þá horfir til landauðnar á Íslandi milli Roskvalaness og Látrabjargs. Ég bið að þeim ókjörum linni. Já, var nefnilega, það sagði ráðgjafi Danakonungs og lokaði salnum með myndinni frægu. Hann tók upp úr vasa sínum 2 vindla og stakk þeim í vasa Haagensens. Málið krefst nákvæmrar íhugunar og rannsóknar réttum aðilum, sagði hann. Ég skal reyna að hafa það bak við eyrað. Vér erum við þakklátur, Haagensen minn. Þér eruð í rauninni eini sjóherinn sem við höfum. En eins og þið skiljið þá get ég öngum lofaði þessu máli sem stendur. Tímannir eru vægast sagt ískyggilegir. Þó sjóherinn sé aumur, þá er landherinn enn aumari. Öll okkar von hér á Íslandi stendur til ungra manna sem gera okkur fræga eins og við vorum í fornöld. Lille fröken, gif drengen lít sjokolade. Að öðru leyti, Haagensen minn, eins og þið sjáið, þá er ég ekki komin á fætur. En eins og ég segi, ef ég geti gert nokkur fleira fyrir yður, þá er ekki maður sjálf sagt velkomið að ég reyni. Það er eins og hans hátign Danakonungur veit, segir kapteinn Haagensen, sem hann stendur þar á persneskum dúk í forstofu konungsráðgjafa. Og alltaf þegar hann nefndi konunginn þá sló hann saman hælum og fór með krepta höndina upp að kasketinu. Eins og hans hátign veit, þá var það vilji örlaganna að ég gerðist Danakonungsmaður meðan ég var og hét. Og það er meira en sagt verður flesta hérlands menn. Og þó nú sé þar komið fyrir mér að ég spenn hrosshár í elli minni, eftir því sem siður var til forna að refsa illþýði í Bláturni og á Brimarhólmi, þá tel ég mig ekki mannað minni fyrir því og iðrast ekki þeirrar þjónustu sem ég veitti konunginum og stríðsfólkinu þegar það fór með orlogsskipum á Breiðafirði. En á hitt ber að líta hvort það myndi ekki Danaveldi til enn meira hross ef hans hátign vildi senda þjón sínum lítil fjörlega tortís af hrosshári úr Danmörku, til viðbótar þeim rassareytingi sem mér tekst með harmkvælum að herja út úr
líkt stóð eigandi kotkörlum hér út á Íslandi. Ráðgjafi Danakonungs bældi niður gespan og svaraði: Ég mun sannarlega og víslega hafa þessa bæn í huga, Hógensinn minn. En að réttu lagi, ef til vill, þá er Ísland, eins og ég segið sjálfur, tæplega réttur aðili í þessu máli. Hins vegar tel ég ekki með öllu ólíklegt að réttir aðiljar í því máli mundu tilkippilegið að álíta, grunda og rannsaka, hvort ekki bæri að rannsaka, grunda og álíta hvað hægt var að gera í slíku máli á þessum erfiðu tímum. Og nú skulum við reyna að haska okkur, Hógensinn minn, því hér er von á fólki og satt að segja, er ég ekki vaknaður? Já, þá á ég nú í rauninni ekki annað eftir en spyrja ráðgjafann hvort hans hágauki sjálfur mun ekki sjá sér fært að mismuna mér lítilli hrosshársvisk undir vorið, þegar kemur að því að konungleg umboðshross verða taglskellt. Ég veit sumsi fyrir víst að minn konungur, Kristján IX, sem var skuldugur ómagamaður og þýskur kotbóndi í Holstein, hann skilur hvað það er að vera útlendur höfðingi í Danaveldi. Þegar hér var komið sögu, munaði mjóu að konungsráðgjafi raknaði við í samtalinu og hann svaraði næstum því af sannfæringarkrafti: Ef satt skal segja, Hógensinn, þá er ég sjálfur í þess konar reiparaki sem engin orð fá lýst. Ég á blátt áfram fullt í fangi að koma því hegi í bönd sem slegið er hér á túni embættisins. Og það er ekki lengra síðan en á jóladag að ég ákvað og fyrirskipaði í samráði við rétta aðilja að þetta konunglega embætti skuli af þeim hrossum sem því eru úthlutuð kappkosta að koma sér upp reipum sem þarf. Og ég hef gert ráðstafanir til að láta tukthúsfólkið vinna þessi væntanlega reipi. Aftur á móti er hér nýslegin 2 krónupenningur sem ég ætla að rétti yður og það eru 10 aurar handa drengnum. Verðið sælir. Á þorra rættist svo úr fyrir kapteini Hógensen að hann sá sér fært að gera mig á fund konungsráðgjafa aftur og færa honum að gjöf 1 kapal af reipum. 10. kapítuli. Ræða og rit í Brekkukoti. Í nokkrum fornum tónstigum eru höfð önnur tónbil en nú hafa menn vanist sinn og fyrir bragðið finnst okkur vanta þar tóna. Þó hafa í slíkum tónstigum verið samin nokkur lög, þau sem fegurst verða sungin á Íslandi, eins og Ísland farsælda frón og Óminn flaskan fríða. Hjá okkur í Brekkukoti voru ekki öll hugtök viðurkennd sem nú eru mest á döfinni, enda ekki til orð yfir þau. Margs konar tal sem var í lensku fyrir utan krossliðið í Brekkukoti fékk á okkur líkt og geðbilun. Orð sem voru algeng annar staðar létu ekki aðeins ókunnulega í eyrum okkar, heldur komu blátt áfram óþægilega við okkur, svipað og klám eða annað blygðunarlaust geip. Til dæmis, ef einhver notaði í mæltu máli orðið kærleik, þá fannst okkur það eins og einhvers konar léttúðug, óviðeigandi eða ótímabær tilvitnun í postilluna. Kærleiki var kallað brjóstgæði hjá okkur
og kærleiksríkur maður, eins og sagt mundi vera á andlegu máli, var nefndur brjóstgóður eða vænn. Orðið ást heyrðist heldur aldrei hjá okkur, nema ef drukknir menn eða ákaflega heimskar griðkonur úr sveit fóru að hafa yfir kvæði eftir nútímaskáld. En slík kvæði voru reyndar að öðru leyti þannig í orðalagi að okkur fór kalt vatn milli skins og hörunds að heyra þau. Og afi minn settist á lúkurnar stundum út á garði og fekk snerkjur í andlitið og ók sér í herðum og hreif sig eins og væri komin með lús og sagði æ og ekki. Yfirleitt orkaði nútímaskáldskapur á okkur eins og væri verið að klóra stríða. Að verða ástfangin var ekki til hjá okkur. Heldur var sagt að einhverjum litist á stúlku, ellegar að piltur og stúlka væri að draga sig saman. Tilhugalíf mátti nefna, en ekki fara lengra út í þá sálma. Mér eiðursagður að í mínum uppvexti heyrði ég ekki orðið hamingju nema í munni brjálaðrar konu sem komið var fyrir á miðloftinu hjá okkur stundarsakir og ekki er nefnd í þessari bók. Ég rakst ekki á orðið aftur þegar ég var orðinn stálpaður og farin að sýsla við skólaþýðingar. Ég var orðinn uppkominn þegar ég hélt enn að orðið grátur væri dönskusletta. Aftur á móti minnist ég þess afi minn var spurður að því í viðkvæmum tóni eitt sinn hvernig fólkinu í Akurgerði liði sem mist hafði fyrirvinnu sína í sjóinn árið á undan. Hann svaraði undir eins: það hefur nóg blautfiskinn. Eins var algengt svar hjá okkur ef spurt var líðan einhvers manns: iss, hann feitur. En það þýddi að honum liði vel, eða eins og sagt mundi vera í Danmörku að hann væri hamingjusamur. Ef einhverjum leið illa, þá var sagt sem svo: æ, það hálf sér á honum. Og væri sá nær dauða en lífi sem var rætt, þá var sagt: æ, það í honum einhver lurða. Ef einhver var það bil að verða ellidauður, þá var sagt: æ, já, hann hættur að bleita smjörið. Það sem lá banaleguna var sagt: já, hann nú að berja nestið auminginn. Dauðvona ungling var sagt að það liti ekki út fyrir að hann ætti að kemba hærurnar. Hjónaskilnað var fjallað með þessum orðum: já, það eitthvað fargan á þeim, trúir. Í Brekkukoti var sérhvert orð dýrt, litlu orðin líka. Amma mín hafði til að svara fólki með orðtækjum og málsháttum. Oft var í svarinu góðlátleg gamaðsemi, en eins og hálfpartinn út á þekju, eða eins og væri verið að tala út opinn glugga við einhvern sem stæði á bakvið mann. Hjáróma seimurinn sem hún dró bar í sér aðkenning af vorkunnsemi, stundum jafnvel uppgjöf, þó lausri við beiskju. En það voru ekki málshættir einir sem hún hafði á hraðbergi, heldur kunni hún við hverju atviki kviðling eða vísubrot, einhvers konar sambland af spakmæli og barnagælu, ellegar hún fór með part úr sálmi, þulu eða vikivaka eða öðrum fornskáldskap og útskýrðum. Hún var sá fræða sjór
þó hún færi sér hægt, að ef farið var að ganga á hana og þýfga hana hvað hún kunni, þá kendi aldrei boss. Hún kunni heilar rímurnar spjalda á milli. Þeim til gagns sem vita ekki lengur hvað rímur eru, skal ég skjóta því hér inn að þetta kveðskapur hetjur sem voru á dögum og stórtíðindi sem gerðust, þá söguljóð var. Þessi kveðskapur samanstendur af dýrum ferhendum, stundum aldýrum, svo að sérhvert erindi rímþraut. Meðal stórar rímur, það að segja einn rímnaflokkur, kann að vera 30 kvæði sem hvert sig heldur að minnsta kosti 100 ferhendur. Rímnaflokkar á Íslandi skipta hundruðum, sumir segja þúsundum. Líka kunni amma mín heilar bækur af sálmakveðskap. Hún fór stundum með þetta dót fyrir munni sér þegar hún var að prjóna, en ekki fyrir neitt sem var að hlusta og í rauninni ekki fyrir sjálfa sig heldur, því hún var oft bersýnilega að hugsa önnur efni. Væri að einhverju vikið sem mér þótti undrum sæta í sálminum, eins og til dæmis hvaða tegundir viðbits eru hafðar í himnaríki, og ég byrjaði að hvá, þá var eins og ég vekti hann af draumi. Hún sagðist ekki vita almennilega hvað hún hefði verið að fara með og náði ekki þræðinum aftur. Ég varð aldrei beinlínis var við að hún gerði upp á milli vísna fremur en prentari sem setur góðar og vondar bækur jafnt. Það hefði áreiðanlega mátt skrifa upp eftir henni þykka doðranta ef nokkur hefði nefnt því. Ég hef ekki trú á því að margir háskólar eigi völ lærimeistara sem hafi á takteinum öllu meira af bókmenntum. Þó hef ég fáum kynnst sem því væru jafn fjarri og þessi kona að vera það sem stundum kallað litterér og sagt heldra fólki til hross. Eins og kunnugt var leskunnátta og skriftar ekki öllu fátíðari á Íslandi fyrir daga prentlistarinnar en á síðan. Í rauninni held ég að amma mín hafi staðið nær því fólki sem uppi var fyrir daga Gutenbergs. Stafrófskver voru ekki höfð á Íslandi. Amma mín sagðist hafa lært að þekkja stafina á því að gamall maður skrifaði þá fyrir hann á svell þegar hún var látin standa yfir sauðum að vetralagi. Hún lærði af kellingu að draga til stafs með því að skrifa á óskler með bandprjóni. Þær voru að bauka við þetta stundum í túnsljósi á kvöldin, svo lítið bara á. Amma mín skrifaði mér bréf til útlanda árið sem hún var nýræð. Það var 14 línur að lengd, eins og sonnettan. Ég búin að glata þessu bréfi fyrir löngu, en það samt til. Ég sé fyrir mér skriftina hennar enn. Hún skrifaði ekki aðeins öll meiri háttar nafnorð með stórum staf, heldur einnig öll merkari lýsingarorð. Og þennan sið hefur einmitt Fitzgerald í kvæði sem hann hefur lagað eftir Ómari Khayyam og kallar Ferhendur tjaldarans. Og sumir menn telja librast kvæði, hvert sem oft hafi verið í þeim parti veraldar sem snýr að björtu hliðinni á tunglinu. Hann hefur stóran staf ykkur í orði. Oh moon of my delight. Þegar ég las það kvæði, sagði ég við sjálfan mig, þessi maður skrifar eins og hún amma mín. Ég var 5 vetra þegar konan dró fram bók úr kistli sínum.
og sagði: Í dag skulum við byrja að stauta, Grímur minn. Þessi bók hófst á þulu nokkurri sem svohljóðar: Abraham gat Ísak og Ísak gat Jakob og Jakob gat Júda og Júda gat Peres við Tamar og Peres gat Esrom og Esrom gat Ram og Ram gat Amminadab og Amminadab gat Nason og Nason gat Salomon og Salomon gat Bóas við Rahab og Bóas gat Óbeð við Rut og Óbeð gat Ísai. Við vorum mest allan veturinn að stríða við þessa þulu. Mikið óttalega þykir mér þetta leiðinleg þula, amma mín, sagði ég. Þá fór amma mín með þessa vísu. Biblían er sem bögglað roð fyrir brjósti mínu, gleypti ég hana alla í einu og ekki koma gagnin einu. Þegar komið á framöndur jól, sagði ég, af hverju er þessi þula svona leiðinleg, amma mín? Hún er á hebresku, sagði amma mín. En á útmánuðum var ég búinn að læra að stauta mig fram úr þulu skömminni og upp frá því var ég læs á hvaða bók sem var.